Enginn skyldi ætla að trúavakning sé óskiljanlegt undur eða verða af einhverri tilviljun. Trúavakningatímar eru uppskeru tímar safnaðar Guðs, en undanfæri uppskerunar er sáningar og þroskunatími. Trúavakningar ætti því að mega vænta allstaðar þar sem Guðs orð hefur verið boðað ómengað og fólk hefur notið kristindómsfræðslu. Það var til hindrunar á vakningasamkomunum ef mjög margir heiðingja þyrftust inn, því að þá skorti þekking og skilning. Það er ekki heiðingjar sem hafa snúist, heldur aðalega nafn Kristi fólk sem hafði þekkingun Guð en átti ekki lífið í Guði. Það er því öðru nær en að prédikunar og kennslustarf undanfarin ára hafi verið til einskis. Heldur er trúavakningin beinlínis ávöxtur þess starfs. Fjölmargir ágætra kristinboða hafa unnið hér árum saman en virtist vera lítið ágengt. Við höfum gengið inn í vinnu þeirra og uppskerum það sem við ekki höfum unnið að. Þetta hefur Drottinn vor sagt fyrir. Einn er sá sem sáir og annar sáir uppsker, en bæði sá sem sáir og sá sem uppsker fær laun og munu gleðjast sameiginlega. Trúavakningin er einnig ávöxtur fórna og fyrirbæna trúfastra kristiboðsvina víða veröld og því eru þessar línur ritaðar að við skulum gleðjast sameiginlega. Þeir sem fóru að biðja trúavakningu gerðu það vegna þess að þeir trúðu því í fullri alvöru að fagnaðar erindið er kraftur Guðs til hjálpræðis. Þeir þráðu að fá að sjá það að Guð gæfi þar ávöxt sem unnið hefur verið í nafni hans. Þeim fannst óþolandi að sjá engan annan árangur kristinboðsstarfsins en kirkjur fullar af nafnkristnu fólki sem þekkti frelsaran með heilanum en ekki hjartanu, játaði nafn hans með vörunum en afneitaði honum í innstu fylgsnum hjartans og þar að leiðandi einnig með breytni sinni. Það þarf trúavakningu til þess að menn snúi sér til Guðs og fara að trúa á hann í fullri alvöru. Hér á stöðunni er piltur rúmlega 20 ára gamall sem heita má að hafa alist upp undir handajaðri kristinboðana. Hann snerist til lifandi trúar á samkomu hér fyrir rúmum mánuði. Það sem vakti ótta og iðrun í sál hans var það að honum var það ljóst að hann hefði alls ekki trúað á lifanda Guð, heldur hjá Guð, sem var ekkert annað en hans eigin hugmyndasmíð. Sú Guðstrú, hvort heldur er í Kína eða á Íslandi, sem engin áhrif hefur á hugafar manna og breytni, er uppbót í stað trúarinnar á lifanda Guð og því stórkostlega til fyrirstöðu að menn öðlist sáluhjálplega trú. Það er hægur vandi að steypa af stalli skurðgoðum úr aureltu og grjóti, en til þess að þarf trúavakningu að menn auðmýki sig fyrir lifanda Guði, en hafni hjá Guði hjartans, það er þeirri Guðs mynd sem er aðeins fóstur afvegaletra skynseমিstrúar, hugsmíði að eigin skapi. Það þarf trúavakningu til þess að menn í staðin fyrir að gera alls konar kröfu til Guðs, auðmýki sig fyrir honum og kannist við syndina sem hræðilegasta raunveruleika lífsins. Menn venja syndinni að sínu leyti eins og óþrifnaði og lifa áhyggjulausu lífi án samfélags við Guð af því blindnin er áhyggjulaus og kæruleysið ósvefnstygt. Vakningarsamkomur eru venjulega haldnar nokkra dagi í röð og er þá seginsaga að á fyrstu samkomunum er áberandi mjög mikil mótspyrna. Lögmáli verkar reiði eða boðorði kom lifnaði syndin við. Það var eitt sinn sem oftar að nokkri kínverski trúboðar voru á meðal þeirra sem löstuðu kenninguna leynt og ljóst. Einn þeirra gat loks ekki á sér setið en kvað upp úr með það á fjölmennri samkomu að þessi lögmálspredikun væri ekki aðeins ólútersk heldur einnig algjörlega andstæð anda og kenningu Nýja testamentisins. Honum var ekki svarað öðru en því að lögmálið er tiftari vor til Krists. Fyrir lögmál kemur þekking syndar. Í lok samkomunnar samfærist hann loks að til þessa hefði hann skort á þekkingu. Hann bað fyrirbæn og kannaðist þá meðal annars við það að hann hefði áður en hann var kristinn kviksett einkabarn sitt
litla stúlku. Hún hefði veikst en hann vildi hana feiga. Sálar ángist hans og tárum fá ekki orð lýst. Ég hefi skrifað kristniboðsvinum að jafnaði einu sinni á hverju mánuði, en þó hef ég sjaldan sagt frá trúavakningunni. Það ber að skilja á þann veg að ég vildi ganga úr skugga áhrif og varanleik vakningarinnar. Nú hef ég að staðaldri haft tækifæri til að kynnast þeim áhrifum á undanförnum 3 árum, bæði í lífi fjölmargra einstaklinga og heilla safnaða. Af einstaklingum sem álitið var að hefðu snúist hafa mjög fáir fallið algjörlega frá, en sumir hafa dregist aftur úr og standa nú í sömu sporum og áður. Fjölmargir einstaklingar sem hafa frelsast frá syndum sínum og orðið nýjir menn dýrlegur ávöxtur vakningarinnar. Á þeim hefur orðið svo gjörbreyting að það verður ekki deilt fremur en afturhvarf Páls postula. Hér skal nú að lokum sagt frá fyrirkomulagi þess trúboðs og safnaðarstarfs sem hefur verið falið minni forsjá. Lesendum mínum gefst þá leið nokkur hugmyndum með hvaða hætti kristniboðarnir reyna að gæta kölluna sinnar á þessum örlagaþrúnu tímum. Við höldum uppi tíðum og reglubundnum samkomum eða guðstjónustum hér á aðalstöðinni og á útstöðunum 6. Það þætti óhugsanlegt hér, allstaðar þar sem myndast hafa söfniðir, að sjaldnar sé messað en á hverjum sunnudegi. Auk þess eru haldnar sérstakar vakningasamkomur, ekki sjaldnar en einu sinni á ári 5 til 8 daga í senn. 26 námskeið hafi verið haldin hér á þessu trúboðsumdæmi síðan í fyrra, eða á tæpum 8 mánuðum. Þau standa yfir í 3 til 4 vikur. Kennarar eru 2. Margt kristinna manna sækja námskeiðin en nýjir trúnemar eru þó alltaf í miklu meiri hluta. Þáttakendur hafa sjaldan verið færri en 30 og aldrei fleiri en 50 til 60. Nokkura daga vakningasamkomur höldum við oft í sambandi við námskeiðin eða sem loka þátt. Slíkar samkomur eru nú afar vel sóttar. Þess má geta sem nokkurs hluta hins sýnilega árangus þessara námskeiða að 87 manns fullorðina hafi verið skírðir síðan 9 ár. Það okkur mikil uppörfun en þó eru öðru nær en að okkur finnist ástæða til þess að hreykja okkur hátt og miklast yfir slíkum árangri. Íbúar þessa trúboðsumdæmis eru 520.000, svo að 87 sálir hverfa í þeim mikla mannfjölda eins og dropi í hafi. En við erum þess minnugir að þeim sem hafa öðlast lífið í Guði heyrir framtíðin til, af því að þeim einum gefið fyrirheitið endanlegan sigur. Mér kunnugt að allt að því 1000 manns hafa gengið inn í einstaka söfnuði í Shantung héraði, þar sem trúavakningin bæði öflugri og útbreiddari en hér, og hjá einu trúboðsfélagi létu hátt á 800.000 manns fullorðina skýrast á síðastliðnu ári. Það hefur verið reynt að haga safnaða félagsskapnum þannig að hann gæti orðið gróðurreitur trúalífs og andlegt heimili þeirra allra sem sjá að sér og frelsast. En það hefur ekki ævinlega tekist betur en svo að auðmýkjandi væri að segja nánar frá því. Innlendir trúboðar eru búsettir á þessum 7 stöðum, nefnilega aðalstöðinni hér í Tianxiao og útstöðunum 6. Þeim ætlað að hafa eftirlit með safnar- og trúboðsstarfinu, en þeir eiga ekki að vera því til fyrirstöðu að trúaðir menn innan safnaðarins fái noti sín og orðið að liði. Menn láta sér ekki nægja að vera aðgerralausir áhorfendur þegar eldur vakningarinnar brennur þeim í hjarta. Þeim hleypt að í sunnudagaskólanum, á bæna- og vitnisburðarsamkomunum, á útbreiðslu- og trúboðssamkomunum meðal heiðingjana og þá talið helsta trúboðsstarf safnaðana hér. Þá víst langt í land og okkur tækist að stofna sérstakan félagsskap fyrir æskulíðin. Í vetur eftir jól héldum við hér 5 vikna námskeið fyrir unga menn. Nemendur voru alls rúmlega 50 og komu víðsvegar að.
Nokkrir þessara ungmenna fari í æskulýðsskóla Kristniboðsins í Næjang og þaðan liggur svo leið sumra þeirra vonandi til Biblíuskólans. Næsti kafli sem ég les heitir Er þörf á kristniboði. Yfirskrift hans eru þessi orð: og ekki hjálpræðið í neinum öðrum, því að eigi heldur annað nafn undir himnunum menn kunna nefna oss í ætlað fyrir hólpnum að verða. Nei, á kristniboð engin þörf, sé það ekki satt að Guð hafi gefið son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Napóleon spurði einn herforingja sinna hvers vegna hann hafi tapað vígi sem hann hefði fengið skipunum að verja til síðasta manns. Fyrir því eru 13 ástæður, svaraði herforinginn. Fyrst og fremst, við vorum orðnir skotfæralausir, og því næst. Hættið, það eitt næg ástæða, hrópaði Napóleon. Kristniboð verður rekið eins lengi og til kristindómur og fagnaðarerindi. En þegar það þrýtur, þá falla vígi kirkjunar, ekki aðeins meðal heiðinna þjóða, heldur líka meðal okkar eigin þjóð, eins og raun ber vitni. Heittrúa menn hafa verið einir að hrinda af stað því mikla verki sem nú unnið á meðal allra heiðinna þjóða víða veröld og einu nafni nefnt kristniboð. Það byrjaði á postulatímabilinu með trúavakningu í Jerúsalem, með mönnum sem voru flestir alólærðir en hefðu sannreynt hjálpræðið í Jesú Kristi sjálfir. Þeir trúðu því í fullri alvöru að ekki hjálpræðið í neinum öðrum, því að eigi heldur annað nafn undir himnunum menn kunna nefna oss í ætlað fyrir hólpnum að verða. Og fer þá að vera þörf á kristniboði. Þeir fyndu til þess kærleiki Krist knýr oss. Með því að vér vitum hvað ótti drottins leitumst vér við að ávinna menn. Vei mér ef ég boð ekki fagnaðar erindið. Ég hefi gjört sjálfa mig að þjóni allra til þess að ég ávinni þess fleiri. Heit hjörtu voru síðustu orð Börrisen, danska kristniboðans fræga. Og hjörtunum hlýnaði með trúavakningunum miklu sem voru undanfari mesta kristniboðstímabils sögunar. Þess enn stendur yfir. Og enn eru menn sem trúa því í fullri alvöru að Guð hafi Kristi sætt heiminn við sig og fagnaðar erindið sé kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim trúir. Við höfum reynslu fyrir því og þeir reynslu fylgir djörfung til að kannast við það fyrir mönnunum og svo sannfæring að ekki sé það til milli himins og jarðar sem mennirnir megi síður án vera en fagnaðar erindið eins og Íslandingum hefur verið boðað það í Passíusálmunum. Í sköpunarsögu kínverskra goðsagna uppruni mannkynsins og allra tilveru rakin til tveggja guða. Heitir annað þeirra Tianlung, það himinn heyrnarlaus, en hinn Dia, það jörð mállaus. Í heitum þessara undarlegu foreldra, sem samkvæmt þeim gátu ekkert samfélag haft, lýsi sér ef til vill óljóst hugboð að rofna hafi sambandið milli himins og jarðar milli Guðs og manna, svo að þar sé ekki samfélag framar. Lífið sjálft bar þess vott. Og Guðs orð staðfestir þetta hræðilega hugboð, en það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem byrt hafa auglít hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Tianlung, Dia, það Guð heyrir ekki bænarvana jarðarbúa. Þrátt fyrir löngun sín og leit eftir lifanda Guði hefur mönnunum ekki tekist að finna hann fyrr en hann kom til þeirra sjálfur í Jesú Kristi og kallaði þá til samfélags við sig. Í Kína eru nú álíka margir íbúar og heimsbúar voru allir á dögum Krists og því miður á lýsingin á mannfjöldanum sem hann öngvaðist einu sinni yfir mjög vel við mikinn meiri hluta alþýðunar í Kína. Hrjáðir og tvístraðir eins og sauðir engan hirði hafa. Nú var kínverska stjórnin vel á veg komin með margvíslegar umbætur þegar stríðið skall á og stöðvaði allar góðar og gagnlegar framfarir.
en hefði nú verið fyllilega bætt úr neyð þessara miklu þjóðar ef allar umbætur stjórnarinnar hefðu tekist til fulls. Japan, stærsta kristindómslausa menningaþjóð nútímans, er svarið við þeirri spurningu og það svar er ótvírætt nei. Það er satt að með aukinni menningu og bættum kjörum er fólki síður hrjáð og tvístrað, en það er þó alveg jafnt fyrir því eins og sauðir án hirðis. Neyð heiðingjana er fyrst og fremst fólgin í því að þeir eru án Guðs og án vonar í heiminum eins og mesti kristniboði og andans maður allra tíma orðaði það, af því að þeir hafa farið á mis við fagnaðar erindið. Sú neyð er sameiginleg öllum mönnum sem ekki hafa öðlast frelsi í Kristi, annarkvort vegna þess að þeir veitt ekki fagnaðar erindinu viðtöku eða þeir fóru alveg á mis við það. Þegar kristniboðar í Japan héldu þing með sér fyrir nokkrum árum, sendi stúdentafélagi í Tókíó fulltrúa á fund þeirra og bað þá að láta menn koma til sín og predika fagnaðarboðskap Jesú Krists. Höfuð okkar eru full af alls konar fróðleik og heilabrotum, sögðu þeir, en hjört okkar eru tóm og vanrækt. Einn þessara stúdenta fyrirfór sér í hennum fræga Kíkonfossi. 1000 ungra manna hafa fyrirfarið sér þar til stjórnin skipaði svo fyrir að þar skyldi halda lögregluvörð dag og nótt. Hvergi kemur neyð heiðingjana skýra fram en einmitt í guðstyrkun þeirra og Guðs hugmyndum, sálarhungri og hræðslu. Og úr þeirri neyð, stærstun mannlegu neyðinu sem til verður ekki bætt með aukinni menningu eða með sambræðslu kristindómsins við þeirra eigin trúabrögð, heldur aðeins með ómengaðri boðun fagnaðar erindisins hinn fullkomnu sáluhjálp í Jesú Kristi. Það þarf ekki að færa neina sönnur á það að veraldlegum mönnum þykir yfirleitt engin þörf á kristniboði undir nokkrum kringumstæðum. Ein mótbáran sem hver hefur tuggið upp eftir öðrum er sú að ekkert gagn sé í að vera að boða heiðnum villuþjóðum kristna trú fyrir en búið er að koma á þær nokkru menningabrag. Sömu raddir tala svo jafnframt það með mikilli vandlætingu að óþarfi sé og jafnvel hrein og bein ósvífni að vera að boða Kínverjum kristna trú. Það sé blátt áfram móðgun við elstu menningarþjóð heimsins. Mér er það kunnugt að víða hefur verið mjög erfitt að vekja áhuga fyrir kristniboðinu í Japan. Því er sífellt borið við að Japanar séu svo mikil menningarþjóð orðnir að kristniboð sé þar óþarft. Svo er blindnin mikil. Mætti þá ætla að í Evrópu væru fengið nokkur reynsla fyrir því að það er síður en svo að menningin gerir mennina betri eða lyfti þeim nær Guði. Samfélag við Guð er og hefur verið stærsta nauðsyn allra manna á öllum tímum, en það fæst einungis fyrir trúna á Jesúm Krist. Því að einn er Guð, einn er og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir marga. Við sem höfum árum saman dvalið á meðal ekki kristinna manna og haft mjög náin kynni af þeim, vitum það vel að þeir lifa sínu lífi aðskildi frá Guði. Við vitum það að þeir eru án samfélags við Guð en eru aftur á móti mjög oft í samfélagi illra anda. Þeir eru án Guðs og án vonar í heiminum, að sínu leyti alveg eins og það fólk hér heima sem hefur hafnað frelsaranum og hinni heilnæmu kenningu og þar af leiðandi lent í villu eða orðið veraldin að bráð á annan hátt. Það gildur einu á hvaða stigi villimennsku eða menningar mennirnir eru. Vöntun Guðs samfélagsins lýsi sér í lífi þeirra með sömu ótvíræðu einkennunum. Skal ég nefna eitt dæmi þess. Kristniboði sem nú er á Madagaskar sagði mér ýmislegt trú og siðvenjur þar í landi. Hann hafði verið þar í 16 ár, sjaldan sé hvíta menn nema á sumrin og kunni því þá mörg að segja. Skurgoðadýrkun er mikil á Madagaskar eins og í öðrum heiðnum löndum. Þegar skurgoði er færð matfórn er svohljóðandi bæn flutt á eftir:
Gerðu nú svo vel og neittu þessa, við höfum ekki upp á betra að bjóða. Láttu þér það vel líka og farðu svo langt burtu og komdu ekki aftur fyrr en þú mátt til. Nú eru Gassar ekki vitund líkar í Kínverjum en okkur Íslendingum, en í guðstyrkun þeirra kemur þó nákvæmlega sami hugsanahátturinn í ljós og mest ber á í guðstyrkun Kínverja. Mismun lifandi kristindóms og heiðni er vel lýst í Rómverjabréfinu 8. kapitula 15. versi. Heiðingjarnir og aðrir ekki kristni menn hafa fengið þrældómsanda til hræðslu, en þeir sem tóku við Kristi hafa fengið anda sonarkosningar sem vér köllum í Abba faðir. Næsti kafli sem ég les heitir Kirkjan og kristniboðið. Yfirskrift hans eru þessi orð: því að þótt ég sé að boða fagnar erindið, þá er mér það ekki neitt hrósunrefni. Því að skildu hvað hvílur á mér, já vei mér ef ég boð ekki fagnar erindið. Kirkjan sjálf á kristniboði tilveru sína að þakka, og kristniboðið er hennar málstaður, hennar líf. Skeiti kirkjan þeim málstað engu, þá sviptur hún sig sínum tilveru rétti og útséð að hún eigi nokkura framtíð sem kristin kirkja. Kirkjan, söfnuðurinn, er stólpi og grundvellur sannleikans í heiminum. Af því að henni hefur verið trúað fyrir Guðs orði, er það henni óumflýjanleg og heilug skylda að sjá að fagnaðar erindið verði boðað, svo víðum heim sem himinsól fer og heimkynni manna liggja. Það er óafsakaleg vanræksla að kristinboðsins er svo sjaldan getið í kristilegri prédikun hér á landi. Og ekki er sú ástæða til sem fái afsaka það að trúa fólk á Íslandi eigi síður en í öðrum löndum taki ekki beinan þátt í starfinu fyrir kristniboðið, af því að hér er almenna kristilega skylda ræða. Vegna þess að við höfum brugðist frelsar okkar, eigum við Íslandingar einnig nokkra sök á því að mikill meiri hluti manna af sumum stærstu þjóðum veraldarinnar eru ennþá án Krists. Okkur er það að kenna að nokkru leyti að eftir 19 alda bið stendur þeim ekki enn náð Guðs í Kristi til boða. Eftirfarandi gullfagra sálmavers er því miður ekki fullur sannleikur. Svo víðum heim sem himinsól fer og heimkynni manna liggja, til boða náð drottins öllum þá ástgjöf sem vilja þiggja. Við vitum öll að það getur því miður ekki verið þó að sú sé tilætlun drottins, því hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekkert heyrt og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki, og hvernig eiga þeir að predika nema þeir séu sendir. Og nú er ekki nema tvenns konar rétta afstöða trúar að ræða, að senda aðra eða láta senda sig. Meðal presta þjóðkirkjuna hér á landi hefur kristniboðsmálið átt marga formælendur og styrtarmenn. Það hefur nokkrum sinnum verið rætt á sínódus og þar hefur jafnvel verið gerð samþykkt að helga kristniboði eina sunnudags guðstjónustu á ári. Að öðru leyti hefur þjóðkirkjan látið það mál afskiptalaust, en það þarf engum að vera vonbrigði. Því sama er í raun og veru að segja þjóðkirkjur nágranna landana, þó að þar sé ólíku meira þáttöku í kristniboðsstarfi en þekkst hefur hér. Það er fyrir löngu orðið ofan á í þjóðkirkna löndunum að best fara á að kristniboði sé frjálst sjálfboðastarf, óháð kirkjustjórninni og hinnu kirkjulega embætti en innan kirkjuna þó. Og þetta starf eigi vel á að fara að njóta fullrar viðurkenningar kirkjufélagsins og því gefin sem best aðstaða. Kirkjun er nefnilega svo mikill fengur að þessu starfi, enda hefur það tekið að sér verkefni sem er í raun réttri skylduverk kirkjuna sjálfrar. Hún fær aðstæðana vegna ekki sinnt því betur með öðru móti. Kristniboðshreyfingin hefur verið einn af mest áberandi og sterkustu þáttum í kirkjulífi síðari tíma. Engum þó innan mótmælanda kirknana,
vegna þess að þar hafa verið mestar trúavakningar, mest trúalíf og heilbrigðast. En kristniboðsstarfið hefur einatt átt upptök sín þar sem trúavakningar urðu. Hvítasunnu-vakningin var undanfari hins mikla trúboðstímabils postulatímabilsins. Heitrúar eða píetiska trúavakningin innan lútersku kirkjunar og methodíska eða Wesley-vakningin innan reformettu kirkjunar var undanfari og aflgjafi hins mikla trúboðs síðari tíma. Hingað til lands hafa borist nokkur áhrif frá vakningu og heitrúarhreyfingum erlendis og þaðan hefur mörgu trúuðu fólki hér komið skilningur á kristniboði og áhugi fyrir því. Nægir til dæmis að minna á séra Jón Jónsson að Möðrufelli og nokkra aðra trúaða presta sem fylgdust mjög með í starfið bræðrasafnaðarins þýska og einni danska kristniboðsfélagsins. Frú Kristín Pétursdóttir, stofnandi Kristniboðsfélags kvenna í Reykjavík, hafði kynnst málefninu í Danmörku. Eins og raun ber vitni er það einhvern trúafólk hér og í öðrum löndum sem styrkja við kristniboðið eða sinna því að nokkru. Ég finn því enga ástæðu til þess að fara að andmæla þeim mótbárum gegn kristniboði sem vantrúafólk hér á landi er sífellt að tönnlast á, en sem heita má að hægt sé að nefna í öðrum löndum af því að þar hefur lífið afsannað þær fyrir löngu. Þeim mótbárum svörum við öll sem gefist höfum drottni að hvað okkar skoðanir og skyldur snertir, þá ráðfærum við okkur ekki við hold og blóð. Það eitt er ákvarandi fyrir okkur og bindandi að við eigum að vera með sama hugafari sem Kristur Jesús var. En hann lét ekki veröldina segja sér fyrir verkum. Hans matur, hans líf var að gjöra vilja Guðs og fullkomna hans verk. Hann var Guði hlýðinn allt fram í dauðan á krossinum. Nú er það Guðs vilji að allir menn verði hólpnir og öðlist þekking á sannleikanum. Guð auðsýnir ótakmarkaðan kærleika sinn til allra manna, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Séum við svo með sama hugafari sem Kristur var, Guði fullkomlega undurgefin og hlýðinn, þá þurfum við ekki að vera í neinum efa það hvers af okkur er vænst, hver verkefni bíði okkar. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, svo elskar Guð heiminn enn þann dag í dag að hann býður öllum sínum trúuðu að vera í verki með sér, samverkamenn sínir að frelsun sálnanna. Hann væntir þess að við séum eins og Páll, fús til að leggja eitthvað í sölurnar, fórna, jáþola allt sakir hinna ófrelsuðu til þess að þeir hljóti hjálpræðið í Jesú Kristi ásamt eilífri dýrð. Að vorkenna heiðingjónum og þeim öðrum sem bátt eiga er mannlegt, en að reyna að gera eitthvað til þess að bæta úr neyð þeirra er kristilegt, það er kristilíkt. Á þeim öllum sem veitt hafa hjálpræðinu viðtöku hvílir vitnisburðarskyldan. Því að þótt ég sé að boða fagnaðar erindið, þá er mér það ekki neitt hrósunni efni. Því að skyldu kvöð hvílir á mér, já vei mér ef ég boð ekki fagnaðar erindið. Okkur er gefið að vita tilgang lífsins, hvaðan við erum og hvert við stefnum. Bernhard frá Clairvaux, hvað var spurt sjálfan sig þess daglega hvers vegna veri til og honum var það opinberað eins og okkur með þekkingun á Kristi. En 1000 milljónir manna ráfa í myrkri vanþekkingarinnar sem þó eru bræður okkar og systur, erfingjar ódauðleikans eigi síður en við. Vei mér ef ég boð ekki fagnaðar erindið, hjálpræði Guðs öllum mönnum til handa.